hlutfall starfa við sjókvíaeldi á Íslandi 0,2%. Það nú alltaf sumt. Ársverk, samanlögðu fjöldi ársverka allra sjókvíaeldisfyrirtækjanna, og þetta kemur bara fram í ársreikningum þessara fyrirtækja sjálfra, 500 ársverk á ári. Dominos stærra en stærsta sjókvíaeldisfyrirtækið. Það eru 233 ársverk þar. Þannig að bara Dominos helmingur af þeim störfum sem sjókvíaeldið gaff býr til á Íslandi. Ég tala beinstörf. Þannig að þetta veist, þannig að bregðast við. Já, en þetta bara tölur. Ég ekki, veist, þetta bara tölum sem liggja fyrir. Já, en þú flettir þeim svoleitið sérkennilega fram, að mínum mati. Við náttúrulega þurfum að horfa til þessa brotuveiðar og eitthvað sem var að leggja staf að stórum hluta áður en að fiskeldi kom til kastana. Og þetta hefur valdið til dæmis gríðarlega aukningu á Vestfjörðum. Þú talar að það sé einhver örfá störf sem eru í þessu, það náttúrulega fullt. Ég sagði ekki örfá störf, ég sagði bara fjöldi starfinni 500, 0,2%. Já, þannig að þú veist, í hlutfallslega þetta örfá störf. Það þín orð, ég sagði 0,2%. Ok, þá þurfum við að horfa til þess að það eru fullt af afleitum störfum sem eru iðnaðarmenn og fleira sem að þurfa að sinna allskyns þjónustu. Man eins og þegar lögður niður fiskvinnsluna á Þingeyri, að þá leiti það náttúrulega til þess að fólk misti afleitt störf og það að segja þetta sé bara 0,2% og sé bara svona hálfpartin eins og Dominos. Mér þykir það ekki alveg vera heiðarleg framsetning út af... Ég sagði það ekki, ég rækti bara Þórinn, rækti bara tölum þar. Hvernig þú túlkar þessi heiðarleg, ég lagði fram bara tölur á borð. En við erum aftur að tala út af því að þú talaði líka próteinið. Framboð og fæði stýrist líka að stórum hluta eftirspurn, þannig bara virkar heimurinn okkar í dag. Það að við ætlum að fara að segja á fólk að það er ekki að kaupa þessa gæðavöru sem ég til dæmis að fiskeldis sjókvíalags sé, út af því að við getum verið að borða ansjósur eða annað sojaprótein frá Suður-Ameríku. Við við einhvern veginn bara búin að segja okkur frá því í fyrsta lagi að við séum með störf í þessum byggðum og líka það að við erum það bara búin að taka okkur út úr virðiskeðjunni. Að við getum á annað borð verið að nýta þessi hráefni til þess að búa til gæðavöru sem að vissulega eftirspurnir eftir. Þú talar þetta sem lúxusvöru. Þetta það vissulega sem ástæðan fyrir því að þetta hendar okkar hagkerfi gríðarlega vel út af því hér eru há laun, hér mikill framleiðslukostnaður og hér eru háir skattar sem að þýðir það að við þurfum að vera með lúxusvörur. Þannig að það í rauninni bara frábært einmitt að við getum nýtt þessi prótein í það að búa til eitthvað miklu betra til þess bæði að halda uppi hagvexti hérna. En ertu komin á flótta núna frá hugmyndinu mataröryggið og framleiða? Nei. Það komið ný plat á fóninn? Nei, þess vegna sagði ég líka að við erum með framboð og eftirspurn. Eftirspurnin liggur ekki sojapróteini til Kína þegar þeir eru að reyna að versla inn eldislax. Ég nefndi heldur ekki eftir við. Ég er ekki að segja þú nefndi eitt. Ég er að segja að við erum með fullt af öðrum stóðum í þessum hugmyndum sjókvíaeldi sem að mér þykir þú svolítið svona kastað bara til hliðar eins og ég segi. Það framboð og eftirspurn. Ef það eftirspurn eftir þessu próteini, þá hendar það okkar hagkerfi gríðarlega vel. Það líka með fæðuöryggi að gera. Því að það prótein sem að verður til það prótein sem að þarf ekki að vera til einhvers annar staðar. Við gætum alveg verið að tala það að við gætum fara að borða skordýr, en aftur á móti ekki eftirspurn eftir því fólk fara að borða skordýr. Við getum líka að tala það eins og margir sem eru til dæmis vegan og það var svona svolítið vinsælt kringu 2019 að það var að tala það að við getum bara verið að borða sojabönir út af því að það próteinríkara heldur en magn af kjöti sem við erum að borða. En það aftur á móti ekki eftirspurn eftir því. Þannig að já, að sjálfsögðu hefur þetta líka að gera með fæðuöryggi þegar og kannski þetta lúxusvandamál okkar á Vesturland. Við getum verið að velja úr hvaða prótein við erum að setja í okkur út af því að við búum bara við þannig lífskjör. En það breytir því ekki að prótein á einum stað, prótein sem þarf ekki að vera til á öðrum stað. Þannig að fæðuöryggi alveg 100% hluta af þessu. Já, þetta mjög góð punktur hjá því að meðal annars sem hefur verið sagt frá og gerst að vegna eftirspurnar eftir fiskolíu og fiskimjöli í fóður fyrir eldisfisk, þá hafa fyrirtæki verið stunda rányrkju af uppsögafiski undan Vesturströnd Afríku. Beinlínis að taka prótein sem var þar á matardiskum heimafólks áður, taka þið burt, nýta það í fóður fyrir eldisfisk annar staðar.